Komið sælar kæru steingeitur. Capricorn. Steingeitur mín góð, ég er búin að draga hérna spilin og leggja fyrir þig til að spara tíma. Og það er ekkert annað að gera en að bara dempa sér hérna í skilaboðið þín. Það er ferðalag hérna í burðarliðnum, skulum við segja. Erfiðleikar, mikið að gera í vinnu, mikið að gera í persónlega lífinu líka, getur verið. Það er eins og sért að stíga út úr þeim erfiðleikum. Þú þurft að hafa mikið fyrir hlutunum, en nú er komið að því að fara og skoða eitthvað annað. Það er að segja að taka sér ferð á hendur. Það er allavega það sem þú ert að íhuga. Ef þú hefur verið að upplifa einhvers konar svik í lífið þínu, þar sem að þú hefur verið að missa eitthvað frá þér eða þér finnst þér svo hreinlega að einhver hafi verið að stela af þér, þá eru það hlutir sem að eiga eftir að koma upp á yfirborðið og sannleikurinn kemur í ljós. Það getur verið líka að einhver manneskja í þínu lífi er að reyna að afvegaleiða þig eða fá þig til að svona horfa í einhverja aðra átt heldur en kannski er best fyrir þig. Notaðu innsæið til að segja þér hvað er rétt í því máli. Það er eitthvað nýtt og ferskt sem er að koma núna til þín og það held ég að tengist þessu ferðalagi. Gæti tengst líka börnum. Ef að þú átt börn eða börn eru nálægt þér eða þú tengist barni, þá gæti það verið partur af svona þessari ferð. Bæði eiginlegri ferð og óeiginlegri. Þú ef til vill ert að fara að hitta barn eða ert að taka barn með þér í ferðina. Það er eitthvað slíkt hérna. Mikill þroski og styrkur sem eru hér sem sýna sig sem part af þér, kæra steingeit. Það er eins og þú búir yfir ómældum styrk. Og aðrir sem líta upp til þín og hafa þig sem fyrirmynd skilja eiginlega bara ekki að því, skilja ekkert í því hvernig þú ferð að þessu. Þú hefur þroskast mikið af undanförnu, á undanförnum mánuðum og undanförnum 2 árum skulum við segja. Einnig getur verið hérna manneskja, eldri manneskja í þínu lífi sem að skipa stóran sess. Það getur verið faðir eða afi, einhvers konar föðurleg umhyggja sem að hefur jákvæð áhrif hérna á lífið þitt. Þú þarft að varast öll gylliboð því að það eru sú orka er hérna í kringu þig. Það er svolítið verið að bjóða þér gull og græna skóga. Hafðu það bak við eyrað að ef eitthvað lítur út fyrir að vera of gott til að vera satt, þá er það oft þannig. Þannig að hafðu smá varnagla á öllu slíku sem að kemur til þín. Þú þarft að fara varlega í fjármálum líka núna á næstunni. Þú þarft ekki að hafa stórar áhyggjur en ekki eyða efni fram. Haltu svolítið að þér peningonu þínum og það getur verið partur af þessum gylliboðum líka ef það er verið að reyna að hafa af þér peninga eða sláði lán eða eitthvað slíkt. Þá myndi ég hugsa mig 2 svarum áður en að þú ákveður að fara
út í það. Það er rómantík hérna vissulega framundan. Orka elskandana kemur hérna upp. Og þar máttu líka hafa varan á. Fyrirgeðu kæra Steingeir, það er bara það sem að kemur hérna. Það er svo sem alveg eðli Steingeirinnar að vera varkár. Þannig í raun og veru þarf ég kannski ekki að vera að minna þig á það. Þú ert ekki endilega svona típan sem að bara stekkur út í óvissuna. Og þá kannski eftir að koma þér á góðum notum núna á næstunni. Þetta eru vissulega fallegar tilfinningar sem er hérna verið að bera á borð fyrir þig. En vantar kannski ennþá svona stöðuleika, skulum við segja, skuldbindinguna. Þetta er meira svona frí og frjáls orka. Og þar sem að þú ert ákaflega stöðugt merki, þá er ekki víst að þetta tilboð hendi þér endilega. En hver veit, ég er ekki að segja þér að þú er ekki að lifa lífinu. Notaðu bara innsæið eins og ég sagði áðan og ekki strá hvorki orkunni eða peningunum og víða á næstunni. Hér færðu eitt spil enn. Já, ok, kæra Steingeir, hér er verið að tala um sjálfstraust. Hér er styrkur, meiri styrkur, þannig að þetta er staðfesting á því hversu sterk þú ert. Og mikið jafnvægi, þetta er línudansari sem er að hafa jafnvægi milli tíma, peninga, heilsu, andlegra þátta og alls hins náms. Að gefa sér tíma fyrir þetta allt saman en að hafa hlutina í jafnvægi. Það eru skilaboðin til þín, kæra Steingeir. Þú átt það til að fara út í öfgar eins og ákveðið tarotspil segir til að er þitt spil. Þannig að hafðu jafnvægið uppi við. Varastu að drekka of mikið, borða of mikið, sofa of mikið eða sofa of lítið, það eru líka öfgar. Vinna of mikið, allir þessi þættir þurfa að hafa ákveðin mörk og þú þarft að skoða hvar þú ert að fara yfir strikið og hvar skorturinn er í þínu lífi og reyna að jafna þá þætti út. Ok, kæra Steingeir. Þá færðu hérna einn engil sem kemur hérna fljúgandi. Þetta er skilaboð haustið. Ok, allt gengur upp í haust og þú munt uppskera ríkulega. Það eru nú bara á þessu landi okkar cirka 2 mánuðir eftir að sumrinu og þá er komið haust. Þannig að það verður nú ekki langt að bíða. Ef þið vil verður komin á einhvern óskastað í haust sem þú hefur verið að svona gera þig vonir að komast í eða á. Eitthvað getur líka hafa gerst síðasta haust sem að hefur svona komið þér áfram í þá átt eða á þann stað í lífinu sem að þú ert að sækjast eftir. Haustsorkan er uppskeru orka, þannig að
og ert að fara að uppskera og spili hérna áðan, hafðu sjálfstraust, mundu styrkin sem þú býrði yfir. Það hafa ekki allir 1/10 af þínum styrk, kærasti engill. Vertu samt góð og blíð við sjálfa þig og varastu öfgarnar. Kærasti engill, ég ætla að láta þetta duga. Ef þið langar í persónulegan lestur bara fyrir þig, þá getur haft samband við mig á Messenger í gegnum Facebook síðuna Ljós og kærleikur.